í góðu gangi. Og vonandi er ég að taka upp rétt að skjáin. Velkomin, endilega fáðu ykkur kaffi. En þannig að við skulum fara bara svona í grófum dráttum yfir hvað við erum að hugsa í heilbrigðisráðuneytinu. Bara varðandi framtíð gagnanna okkar og hvaða áhrif það hefur á stafræna þróun bara á landsvísu og tækifæri fyrir okkur. Og við segjum ykkur aðeins frá tilraunaverkefni sem við erum að vinna í. En okkur fannst vanta tækifæri fyrir svona stefnumótandi umræðu að bjóða ykkur öllum sem hér eru til þess að taka þátt í þessari umræðu með okkur bara á óformlegum vettvang. Þetta mikilvæg ákvörðun, þetta hefur áhrif á ykkur og á okkur og þið kunnið þetta best. Þannig viljum við gjarnan fá ykkar endurgjöf á hvað við þurfum að hafa í huga, hvað þarf að varast áður en við stígum þessi skref. Þannig að þetta gamans, hversu margir hér eru klínískir starfsmenn sem að vinna í heilbrigðisþjónustu beint. Og þetta finnst mér alveg frábært, því að þetta það sem þetta snýst í dag. Og hversu margir eru með sprotum að þróa eða með þróunarfyrirtækjum að þróa þjónustu. Já. Takk, og ég veit að það eru nokkrir sem eru á Teams líka þar. Og hverju margir eru svona í umhverfinu að vinna fyrir opinberar stofnanir. Svona já. Þá þurfum við að stilla saman strengi í þessu líka. Og hver eru utan heilbrigðiskerfisins? Þannig ég bara vona við góðar umræður í dag. Verið bara mjög hreinskilin varðandi hvað þarf. Við ætlum að hafa þetta sem reglulegan vettvang stundum á staðnum. Það er ekki að fá sér kaffi og endilega borða eitthvað á þessu brauði sem við komum með. Og stundum bara á netinu þegar við erum að einblína meira bara á fræðslu. Þannig að. Og þið sem eru á Teams bara endilega ekkert vera með hendina, bara grípa fram í og taka þátt. Það er kannski ágætt svona aðeins að fara yfir forsöguna af hverju við erum að þessu. Heilbrigðisráðuneytið fór í svona frekar mikið mat á stafrænni þróun og svona mat á gagnamálunum í heilbrigðiskerfinu milli apríl og júní og ástæðan fyrir að þetta var gert var að við höfðum það á tilfinningunni í kerfinu, við sem viljum hérna, velkomin, að það mætti nýta betur auðlindir sem eru í dag í þróun og kannski dreifðar milli heilbrigðisstofnana og vantaði svolítið samhæfingu, þetta hefur verið að skila sér sem brotakennd upplifun notenda sem muna kannski eftir þeirri umræðu sem átti sér stað fyrir í ár stafrænan frumskóg heilbrigðisþjónustu sem sjúklingar okkar glíma við. Svo vantaði okkur líka að öðlast heildstæða sýn á núverandi stöðu. Bara hvað varðar okkar getu í að vera með samfellu í þjónustu, þá er ég að tala hvernig sjúklingur og hans gögn flæða milli fyrsta stigs, annars stigs og þriðja stigs þjónustu og hvernig við tryggjum þetta, greinum helstu veikleika og getum stigið næstu skref. Við bara töluðum við fullt af fólki, við gerðum svona samrænt mat, staðlað mat með matstóli með erlendum ráðgjafa og svo horfum við mikið til aðra landa. Og þar einmitt byrjaði að koma svolítið skýrt fram að það voru tækifæri í að skoða gögnin betur hjá okkur. Svona bara til gaman samantektin úr þessum viðtölum, örstutt. Það kom í ljós að upplifun notenda brotakennd, bæði heilbrigðisstarfsmanna og sjúklinga. Þróunargetan mjög misjöfn milli stofnana. Landspítali með 110 manna einingu sem stendur sig mjög vel í að þróa. Aðrar heilbrigðisstofnanir eru kannski með eina manneskju sem sér rekstur og innviði og þróunin einhver Það eru skýrar leikreglur, aðilar á einkamarkaði sem eru að þróa. Það ekki alveg víst hvað þeir eru að gera og hvað við þróum innan hús. Og það eru tækifæri til þess að styrkja þessa samfellu í þjónustu. Þannig að nú erum við bara að taka þessi skref í að laga þetta. Og svona til gamans, hversu margir voru á nýsköpunarráðstefnunni sem átti sér stað bara fyrir hálfum mánuði síðan. Þannig að þetta ekki alveg nýtt fyrir einhverjum en kannski nýtt fyrir öðrum henni. Afsakið þessa ljótu mynd, það var hent í hana en hún svona kannski segir söguna einhverju lítið bara hver staðan í dag.
Varðandi sjúkraskrárkerfið okkar, þá erum við með 7 gagnagrunna á landsvísu pluss 2 við spítalana. Þetta eru allt sögugrunnar, þeir eru gamlir og ég get ekki annað en hrósað sögukerfinu fyrir hvað það hefur staðið sig vel að vera ennþá gott sjúkraskrárkerfi eftir 30 ár. En þetta er erfitt ef við viljum vera með samfellu í þjónustu. Þessi grunnar eru ekki eins. Heilsugát Landspítala hefur verið gott tól til þess að samræma þetta og tryggja að það sé það aðgengi að öllum gögnum og hægt að veita þjónustu með aðgengi að öllum gögnum. Og svo eru einkareknarstofur með alls konar, sérstaklega hjá einyrkjunum. Og svo heyrum við þetta aftur og aftur. Stjórnvöld ætti að setja leikreglur staðla, öryggi, gervigreind, aðgengi og hýsingu gagna. Þannig að við bara ættum að gera það. Fyrir áhugasama hvar við stöndum svona á bara á alþjóðlegum vettvangi. Þetta eru niðurstöður og maturinn sem fórum í og þetta eru frábærar fréttir. Því að þótt að sé margt sem við getum lagað í kerfinu hjá okkur, þá erum helmingur af þeim sem fara í svona mat á stigi 0. Við erum þá allavega komin á það sem heitir stig 2, Patient-Centered Clinical Data Using Basic System-to-System Exchange. Kerfin geta tala saman, kannski léleg, en það er hægt að nálgast gögnin. Og það þýðir að við erum komin bara býsna langt í þessum málum. En það eru tækifæri framundan að gera betur. Og bara smá svona yfirsýn af hvar svona matstólar er. Og það sem er erfitt fyrir okkur er það sem þarf að bæta. Og það sem vantar einhverju leyti er þessi samfella í klínísku þjónustu. Þetta bendir svolítið á það. Það er það sem vantar. Það vantar styrkta stjórnhætti og það er verið að útfæra það núna í ráðuneytinu. Það er búið að leggja niður stafræna stýrihóp sem lauk störfu bara nýlega og verið að koma á fæturnar stefnumótandi stýrihóp og fagráðum. Þannig að það verður fagráð klíníska þjónustu, upplýsingaöryggi og hvað vantar? Arnar hjálpaði mér. Gagnamál, auðvitað. Þess vegna erum við hér. Og tillögurnar úr skýrslunni, og ég ágætt að fara yfir þetta og drífum okkur í OpenEHR. Það er bara hreinlega að efla þessa stjórnsýslu. Klíníska lausnir og viðmót, við viljum setja þá stefnu að þjónustuveitendur geta nota bara það viðmót sem þeim hentar. Við erum ekki að fara að segja einkareknu stofunum hvernig þeir eiga hvaða kerfi þeir eiga að nota, en það er svo mikilvægt að tryggja að gögnin skili sér á rétt stað, að þau séu aðgengileg í rauntíma. Við viljum tryggja þessa staðla fyrir gögn og hýsingu gagna. Vandamáli hjá okkur í dag einhverju leyti er að þessi kerfi sem hafa að duga okkur vel í það eru 30 ár, mannsævi er 100 ár. Þannig að gögnin þurfa að endast í 100 ár. Þannig að við viljum aðskilja kerfin og gögnin og við viljum bara betri hagnýtingu auðlinda okkar í kerfinu. Þannig að við erum bara samin að þessa þróunargetu sem er í kerfinu hjá okkur í dag og einblína á þessa hluti að svona innviðirnir og gagnamálin séu góð. Og þarna erum við heppin að það sé til staðall sem heitir OpenEHR og OpenEHR er staðall sem er í eðli sínu hannaður til þess að aðskilja gögn og kerfi og er hannaður þannig að staðallinn breytist ekki mikið og mun haldast þeim mannsævi. Við tilnefndum nýlega FHIR-staðallinn og hvað eru 5 útgáfur af honum og hann er búinn að breytast 5 sinnum á þeim tíma. Þannig að 5 ár, 5 breytingar. Það er mjög erfitt að hugsa mannsævi að það er að gerast. Þannig að það er ástæðan fyrir að við þurfum líka að huga svona. Hugsa þetta sem svo að við þurftum að kaupa vonandi undirbúa fyrir lokals útboð á gagnavettvangi fyrir OpenEHR sem eru þá bara í eigu ráðuneytisins. En ofan á það, viðmótið, kerfin, það sem er hannað, það er það sem við myndum mjög gjarnan tryggja sig opið og sem dæmi þá eru stóru sjúkraskrárkerfin, FIPS og Cambio, Tito Every. Þau eru farin að hanna fyrir þennan staðall, þannig að það er hægt að kaupa þau OPA-gögnin aðskilt. En með þessari ákvörðun erum við að færa okkur í burtu frá stóru kassakerfunum eins og Epic.
það bara ákvörðun sem við tökum og það verður erfitt að snúa aftur. Þannig að það alvarleg afleiðing en gott fyrir kannski nýsköpun. Ekki má spyrja spurninga að gera það? Endilega. Og ég hef ekkert svörin, ég ætlaði bara að segja það líka. Þess vegna eru þið hér. Þú þurfum að hjálpa okkur með þetta. Er til skýr rökstuðningur fyrir að OpenEXR sé góður fyrir íslenska aðstæður? Og búið að meta hann gegn öðrum stöðum? Það eru okkur vitandi ekki fleiri staðlar sem við getum borið við þetta. Það ISO-staðall varðandi gögnin en það engin annar staðall fyrir gagnastrúktúr. En þessi rökstuðningur á OpenEXR, þetta svolítið stór biti. Já, þetta stór biti. Og þetta krefst þess að við breytum líka hvernig við nálgumst þróun innanlands, sérstaklega hjá opinberum stofnunum. Við erum það að fara meira í að vera gagnaverðir og gagnasérfræðingur minna kannski í það að þróa. Þú myndir það Fire. Ég skildi ekki alveg samanburð með Fire og í OpenEXR. Já. Þetta svona Apple-appsum. Akkurat, það hérna. Það sem við erum með í dag við erum með þessa skráningarstaðla. Hönnustín, hún þekkti það bara best hér inni. Hvernig á að skrá gögnin. Það kannski meira hvernig við deilum gögnunum, eins og ég skil það. Og OpenEXR strúktúrinn á gögnunum, sjálfum. Og afsakið að þessi glæra á ensku, henni hefur verið stolið frá OpenEXR samtökunum. En OpenEXR, það má kannski hugsa það sem svona bara kubba, Lego-kubba. Það sem að skilgreining á blóðþrýsting alltaf eins. Strúktúrinn á þeim kubb alltaf eins. Þessu ekki hægt að breyta, en það hægt að skilgreina hversu mikið af því að birtast þegar verið að skrá. Þessi arkitektúr sem voru með stofna, það að vera skilgreindaður til íslenska aðstæður. Já. Og hvernig það ákveðið útgáfaskipti í þessu. Þetta breytast þannig að við finnum þess að gerum það. Hvað segirðu? Hvernig við hugsaðum fyrir útgáfaskipti. Á útgáfustýra. Það eru eitt og svo referensmódel annað. Arkitektúr eru svona meira klínist. Já. Og referensmódel mjög margir teknilegt. Hvernig hafa við hugsað fyrir að útgáfustýra arkitektúrum yfir 100 ár. Þegar við stóðum saman að fæða útgáfur. Já. Það er náttúrulega til að bregða því breytingum á hlutum sem gera. En OpenEXR eru alþjóðleg samtök. Non-profit samtök, þar sem að það samvinna í þessu. Það ekki hægt bara að breyta því. Það strikt governance, stjórnmættir í kringum það, hverjum að breyta, útfæra og við erum komið með aðild að þessum samtökum fyrir hönd heilbrigðisráðuneytisins og það aðgengilegt líka ykkur öllum að bara tryggja á landsvísu að við séum að skilgreina þetta eins. Þannig við ætlum ekki að vera með ráð á Íslandi til þess að meta það í Íslandi. Við verðum með gagnarfagra. Já, það eitt af þessum ráðum sem ég nefndi í upphafi. Já. Takk fyrir. Ég að skilja þetta rétt á að markmiðið að skrá í einn miðlægan gagnagrunn allar heilbrigðisupplýsingar á landsvísu? Já. Það svona masterplanið? Það masterplanið. Hvernig líst þér á það? Það eftir útfærslunni þá gæti það farið á báða vegu. Og það ástæðan fyrir að við erum saman hérna. Við þurfum að tryggja að við gerum þetta vel og vöndum til verks og að það sé flaggað hvað við þurfum að hafa í huga. Þetta er þá planið að við erum allir aðalega í sama OpenEXR staði. Já. Öll heilbrigðisþjónusta á að vera í sama staði. Og það eru tækifæri í þessu þegar við tölum við erlenda aðila, til dæmis One London, þar sem að þeir geta gert með London Care Record að félagsþjónustan og heilbrigðisþjónustan geta séð í rauntíma hvað í gangi fyrir þá sem að búa í London. Við viljum færa okkur þangað með tímanum, en í dag erum bara að tala innan heilbrigðisþjónustan. Einkareknir aðilar, opinberir aðilar, stofnanir út á landi. Hversu nýtingjandi verður þetta með tilliti til einstakar rekstraraðila? Verður öllum skylt að skrá öll sín gögn þarna og megi að hafa aðrar upplýsingar en þær sem hægt að skrá í OpenEXR-grunni? Eða má þetta vera hlíðargrunnur og fólk með sína prívatgrunnar sem mjög ókvæmni og geta verið að skrá ákvæmur upplýsingar sem kannski að þróast eða breytast hraðar? Þetta bara einhver svona lágmarks upplýsingar. Þetta hugsað sem flestar, bara allar heilbrigðisupplýsingar.
fyrir utan held ég PAX, grunnana. Já. Ekki OpenAGR, hann býður líka upp á smá frelsi innan ákveðna marka, þannig að þú ert ekki bundin. Þú ert ekki bundin. Nei, alls ekki. Og ég skal sýna líka svona bara hvernig þetta er hugsað, að ef þessi staðlar eru svona eins og legokubbarnir, þá er hægt að útfæra það á ýmsan hátt, án þess að breyta undirliggjandi strúktúr gagna og það er ekki hægt að brjóta það. Þannig að það er hægt að setja þetta saman á ýmskonar veg og það er líka hægt að byggja svona templates úr þessu sem eru til í bókasafni, alþjóðlegu bókasafni. Þannig að við getum líka sótt okkur uppsetningu á ýmsum svona klínískum uppsetningum með tilliti til þannig flæði gagna eða upplýsinga fyrir ferli sjúklinga þvert á þjónustustig. Og við getum útfært fleiri og bætt við líka. Nú OpenAGR aðalega hugsaði við klínísku. Og Bretland og Spátn og aðrir hafa komið það og þeir voru innlegið að hann hentar ekki sérstaklega vel fyrir önnur gögn. Nei, þetta er bara klínísku. Af gögnum fyrir kera kerfi eru hinn gögnin. Og deildaskipting, billing og org upplýsingar. Erum við að marka það onni í OpenAGR líka? Nei, ekki það. Og hérna sýna ykkur við erum með tilraunaverkefni í OpenAGR sem er ískrá. Fyrir þá sem ekki þekkja, þá er ískrá pínulítið sjúkraskrákerfi, algjörlega lokað fyrir skóla hjúkrunarfræðinga og er notað til þess að skrá upplýsingar börn. Og hefur verið, þetta er líka 20-30 ára gamalt kerfi, eigingrunnur og það sem gerist er að það er mjög takmarkað hvað heilsugæslulæknar geta séð þeir sjá ekkert í skrá, nema að það eru þetta séu bólusetningar og einhver afmörkuð gögn sem eru að skila sér í miðlæga gagnagrunna. Það þýðir að í dag ef að barn er að fá magakveisu og mæta til skólahjúkrunarfræðings á hverjum degi, fær svo tilvísun til heimilislæknis, það er ekkert af þessu sem að heimilislæknir getur skoðað. Þannig að við ákveðum bara að taka þetta kerfi sem tilraunaverkefni. Þegar þetta eru frekar einfaldar upplýsingar, þannig séð, þetta eru hæð og þyngd og bólusetningar og einhver samtöl og reyna að útfæra þetta bara í OpenAGR í því sem heitir svona low-code tools. Þannig að þá erum að meta í þessu tilraunaverkefni þegar við bjóðum út gagnagrunnin á landsvísu. Viljum við bjóða þann möguleika að þessi hægt að vera með low-code tools og þá erum við að hugsa þessi smærri stofnanir sem eru kannski einyrkjar, auklæknir einhvers staðar einn á Vestfjörðum og þarf að fá sjúkraskrákerfi. Þannig að það sé ekki íþyngjandi að þurfa að kaupa heilt tómt kerfi, að við erum að veita þessu tól. Og eins að opna fyrir nýsköpun, því að það er einfaldara að útfæra alls konar viðmót með því að nýta þessa arketæpa og nýta þessu gögn og þennan strúktúr sem er til nú þegar. Og til gamans þá er þetta eitthvað sem var útfært með low-code tools, þetta hafi verið innan við 120 tíma að útfæra þetta. Þetta er ekki fullkomið, en þetta gefur vott að því að þetta er eitthvað áhugavert og spennandi og ég vil mjög gjarna hvetja ykkur til þess að skoða þetta og við viljum gefa ykkur aðgang að þessum tólum líka til þess að hjálpa ykkur að meta á þetta rati útboði. Er þetta gott fyrir nýsköpunarsamfélagið? Er þetta gott fyrir þróunarsamfélagið? Það er auðvitað líka hægt að hagfóra inn í þetta, en strúktúrin þarf að vera eins. Þetta eru rökin, þú varst að spyrja þau. Þetta er listi af þeim rökum sem við sjáum fyrir því að nota OpenAGR og við erum búin að vera að skoða þetta. Það er kannski smá áhyggjefni að það er ekki mjög mikið að rauðum flöggum. Mér finnst ekki vera kannski nóg mikið sem að bera varast, nema það að við þurfum að gjörbreyta menningu varðandi gögn og við þurfum að verða bara svona gagna-obsessed. Við þurfum að koma upp færni hér á landi þar sem við skiljum gögnin, við skiljum arketýpa, við erum með sterkt gagnafagráð sem er að stýra þessu fyrir Ísland í heilbrigðiskerfinu. En við náum að aðskilja gögnakerfi. Já? Ég má líka til að svara önnur gögn eins og fjárhagsgögn og mannarsgögn og annars eitt. Það er klárlega drauma niðurstaða að það séust alltaf á þetta. Já. Alveg sem hvað það er. Já. Og ég gleymdi að nefna það hér í þessu tilraunaverkefni þá bættist í hópinn til okkar 2 einstaklingar frá MMS
Því að þar eru þau að búa til grunn sem heitir Frigg og hugsaður fyrir dæmis gögn fyrir menntakerfi. Þar fáum við listana hvaða börn eru í hvaða bekk. Og með tímanum það líka hægt að sjá fyrir sér alls konar spennandi tækifæri. Auðvelt að útfæra lista hver með ofnæmi í skólanum. Þetta ekki alveg kannski það lagalega sér í dag, en þetta verður hægt og eins mjög auðvelt að uppfæra þessa grunna. Ekki grunna, viðmóti. En við sjáum tækifæri í þessu að geta aðskilt gögn og kerfi. Við sjáum þessi tækifæri að vera með gögn sem endast yfir líftíma sjúklings. Það það sem skiptir okkur máli og það bara skiptum við kerfunum út ofan á. Við viljum styðja við samfellu í þjónustu. Þarna erum við mjög spennt fyrir því sem við erum að sjá annars staðar. Rauntíma aðgengi að gögnum. Skýr gagnastjórnun og eignarhald, þannig að við lendum ekki í þessu bara að við eigum gögnin, en það erfitt að nálgast þau, það svona eins og við eigum ekki. Við viljum styðja við nýsköpun, við viljum styðja við EHDS og það líka kostur við þetta, þeir sem að þróa á þessu markaði og nota þessa staðla, það opnar líka þessa markaði þá annars staðar. OpenEHR eins og ég heyri svona kollega okkar í Evrópu tala um þetta, kannski það sem að hannað fyrir Evrópu fyrst og fremst. Þegar við erum minna í því að fá endurgreiðslur fyrir þjónustu og meira í því að tryggja samfellu í þjónustu og góða þjónustu. Þetta styður við ómott fyrir þá sem að þekkja til þess, sem svona secondary use of data. Viljum tryggja gagnagæðin, það styður við sandkassa. Við sjáum tækifæri í þessu fyrir heilsugátt líka, við ætlum ekki að hröfla við henni áður en að spítalinn færist í nýtt húsnæði, en það þarf að setja allt nýtt sem í heilsugáttinni í þennan staðal ef við fyrir þessa leið. Þetta betri upplifun fyrir notenda og svo bara einmitt tækifæri að með þessa nýja lausnir í gegnum þessu low-code tools ef það eitthvað sem viljum biðja líka í þessu útboði. Þannig að ég að verða búin og ég veit að sumir tölum að þurfa að fara fyrir en ég vil mjög gjarna líka nýta tækifærið og taka samtalið. En næstu skref, við erum að klára þetta tilraunaverkefni til að meta þessu low-code tools og þau eru ekki eins auðveld og við heldum í upphafi, en þau lofa samt líka mjög góðu. Þannig að það væri mjög gott ef það áhugi hér að prófa þau í ykkar starfsemi, þau þurfum ekki að koma inn í þetta tilraunaverkefni, en þið geti í gegnum þetta tilraunaverkefni, þetta fyrst og fremst þess að læra, getum við veitt ykkur aðgang að þessum tólum til þess að prófa. Við erum að undirbúa útboð fyrir OpenEHR gagnavettvang, við erum að skoða að fá bara reyndan ráðgjafa í þetta varðandi OpenEHR svo við séum ekki að læsa okkur inn í einhvern gagnavettvang eða einhvern tól. Við viljum líka, sérstaklega með þessu hér og með fleiri samtölum, bara virkilega skilja hvað áhrif við erum að hafa á þróunarsamfélagið og nýsköpunarsamfélagið. Það mikilvægt að þið séu virk sem eru í þeim bransa að láta okkur vita því. Það mjög mikilvægt að byggja upp þessa OpenEHR kunnáttu og þar erum við kannski, ef við förum þessa leið, þá erum við kannski að skoða, eitthvað sem við þurfum að byrja að kenna í háskóla, þetta eitthvað sem við þurfum að byggja við sem símenntun, við sem rétt fólk í gagnafagráðinu, að við séum með mjög sterka kunnáttu í gögnunum, því að það staðsta breytingi sem opinberir aðilar, að við erum að færa okkur úr því að vera mikið að þróa og forrita í að tryggja gögnin. Og skilja bara hvaða áhrif þessi ákvörðun hefur á innviði, svona hlæmis heklu og annað, hvað þýðir það til lengri tíma, það þarf að meta það með þeim sem skilja það best. Og svo þetta líka bara gaman, ég vona að ykkur finnist það líka, að við eigum bara svona vettvang, geta tekið samtalið. Þessi hópur hittist afar sjaldan og ég veit að þegar ég var á Landspítalann þá töluðum mikið að búa til vettvang fyrir nýsköpunaraðila hittast, en þetta miklu skemmtilega því að það stærra. Þannig að við getum tekið samtali það sem liggur ykkur á hjarta, þið telja að við þurfum að skoða betur og okkar kannski hlutverk að tryggja að við náum að koma með bara faglega fræðslu það sem fremur ykkur á hjarta og næsti fundur, þar hef ég beðið í OpenEHR samtökin að koma og vera með tæknilega kynningu það efni sem að þið viljið heyra
En þetta síðasta glæran í bili. Þetta hérna vettvangurinn okkar, OpenEHR fyrir áhugasama aðila eða bara OpenEHR og vinir, við erum hérna vinir og hérna endilega skráið ykkur svo ég get haldið vel utan hópinn. Og svo erum við líka búin að við erum komið með aðild að OpenEHR hérna samtökunum á fyrir landið. Þannig að það er líka það tækifæri fyrir ykkur að nálgast þær upplýsingar sem þær eru og fræðslu og hérna bara minnsta mál aðstoða við það. Þannig að já, nú ætla ég að hætta að tala og heyra frá ykkur. Hvernig líst ykkur á þetta? Mjög vel, Raka. Já. Kannski kennir þið? Hvernig sko innleiðingin á svona, þegar það væri tekið í notkun, þá sko fyrirganga einhver heilstæður pakki eða færiskorauninni allt sem er tiltækt, eins og hvað er hægt að skrá til og bara hvað er hægt að skrá þessu börna. Eða það einhver skref sem að Ísland hætti og áfætti fyrir sig, eða hvernig innleiðum við þetta spurningir? Eða tekur einhverja bita af þessu og innleiðum á... Nei, við tökum þetta í bitum. Það er hérna, já, það er kannski svolítið mikið röskun að fara að skipta öllu yfir samtímis, en við viljum gera þetta hratt. Þá náttúrulega, sko, ég var spurt hérna spurningarna áðan svo frekk, hvað gerir þetta og hvernig spilur þetta að hafa þetta 7? Já. Og hérna, og ég er alltaf sér grein fyrir því að þú þarft ekki þess að halda ef að allir eru hátta sér vætti. Ef allir eru hátta sér vætti. Já. Þá þarft ekki þess að halda. Nema HL7 er að breytast hraðar heldur en þessi staða. Já, menn ég er að segja það, ef heldur í hvernig þá og allir þetta breytist, þarft ekki þess. Já, en sko frá okkar... Sko, ég er öllum það ljóst. Ég held að það sé öllum ljóst, en ég held að það sé... Þess vegna þurfum það. Þess vegna svarar þú. Ég held að við þurfum á þessu að halda vegna þess að hitt er að breytast of hratt ef við hugsum mannsævi, ef við hugsum lífstíð sjúklings. Lífstíðsjúkdómar. Hvað segir þið? Lífstíðsjúkdómar. Lífstíðsjúkdómar. Já, en við erum kannski ekki fyrst og fremst að bara tala og koma að sko sjúkrafræðkerfi mannsins í almennu tók. Já. Að til dæmis að læknir í dómi skipti sér eða fyrir á húsinu skipti sér sko eitthvað sem einhvern annar gerði. Eða að heilsugæslumanni geti séð að sjúklingurinn var á slys og ekki alveg. Já, þetta er mjög erfitt í kennanum. Þetta er ekki langtímamál fyrir. Þetta er langtíma. Nei, en þegar ég skildi spurningar sem svo hvernig við tökum innleiðinguna á þessu. Já, ég fæði hann á það. Ég spyrir hvers vegna þurfum við með þetta. Þú sagði að það væri út af langtíma. Nei, af hverju þurfum við þetta? Þetta er ástæðan. Má ég spyrja einu? Já, endilega. HL7 er samskiptastaðall eins og ég skildi það og þetta er gagnageymslustaðall. Hvernig hefur það áhrif á hvort annað? Þeir tala mjög vel saman. Þannig að hvað er OpenEHR, OMOP, Ég veit það en spurningin var ef við höfum öll HL7 sem er til að tengja kenni saman. Hvernig hefur það áhrif á að við þurfum ekki OpenEHR til að geyma skil? Af því að þá náttúrulega bara geymir hver sinn gagnagrunn, það voru margir gagnagrunn. Það voru margir gagnagrunn. Og það er engin samhæfing á neinu. Nei. Og það er það sem við viljum tryggja í þessu, er að þetta er á einum stað og þetta er eins. En maður sjá, af því að það sagði líka að þetta væri tekið inn í svona bitum og innleitt. En það var ekki innifarið í því rauninni að það verður hindrun og stöðvun á þróun af því það verður ekki hægt að skrá nema það sem er komið inn í þennan gagnagrunn. Ef einhver annar hefur áhuga að þróa eitthvað annar og skrá einhvern annan hátt, þá segir kompjúter sér nóg. Nei, það er rétt. Það má ekki, ef við skilgreiðum þennan staðal, það þarf að skrá svona. Og spurningin sem er þá stærri í mínum huga er hvernig tryggjum við gögnin sem eru nú þegar til. Það þarf að færa þau yfir. Og það er heljarinn að vinna og það þarf bara að taka það samhliða. Þú varst með hendina uppi.
því að þessi bæjarstaðar, ef fólk með mismunandi útgáfur af bæjarstaðli, þá möguleiki að þetta kerfi tali ekki saman. Hvernig það? Ingi Steinar, vilt þú taka þessa spurningu? Ég veit það svona ekki alveg, sko. Og eins og við, ég veit ekki þeir sem voru á þessu nýsköpunarþingi daginn, þá vorum við með að teikna þetta þannig að þau gögn sem var ekki geymt á þessu formati yrðu í raun á bakvið bæjarþjóna. Þannig að við getum við rauninni verið backboard og pattboard og kerfi getur verið að senda inn og sækja gögn í rauninni á því formati sem þau ráða við. Gögnin er geymt til lengri tíma á bakvið tjöldin og við getum við nýjútgáfu á bæjar og þá er rauninni þetta poppur þau gögn í rauninni upp úr langtímagögn. Þannig að sko, ég veit ekki alveg hvort að ég sjá þetta alveg eins og þú sko varandi hvort þetta sé raunverulega gögnin undir sko kerfi sem bara keyrandi hjá orkuhúsinu eða einhverjum stað sko. Hvort þetta sé ekki frekar í rauninni þessi sko miðlægu gögn sem þurfa að vera aðgengilega á milli aðila og þú veist bara eins og í rauninni patient summary sem við erum búin að byggja upp í bæjar og það sem gögnin sem er á bakvið það. Þannig að við setjum mælingar, sjúkdómsgreiningar, lyf og allt þetta sem er bóðað og svoleiðis á þennan staðal en einhverjir hlutir sem eru kannski bara meira administratífir eða með einhver svona núansar hjá auklækni einhver staðar sem er ekki kannski enginn hefur áhuga á að sjá. Það sé bara í lokal kerfi þannig að ég ekki alveg viss hvort ég sjá þetta þannig að það verður bara eitt sjúkrsólgrunnur svo að kerfin einhvern veginn hafi enga grunna, ég ekki alveg að sjá það. Nei, kerfin geta verið með sína grunna líka, en þeir þurfa að skila þessum gögnum. Já, en þú talaði þannig við Eyþór áðan, sko, eins og hann ætti ekki að vera með eitt grunn. Já, nei, Eyþór má alveg vera með grunn, en gögnin þurfa að skila sér. En það sem að, kannski gott að byrja í huga líka er að, það var þannig að heilbrigðisþjónusta var veitt og gögn voru svona einhver auka afurð. Og þetta er eiginlega orðið öfugt núna. Gögnin eru hvernig við veitum heilbrigðisþjónustu og við veitum ekki svo sem hvað verður mikilvægt seinna meir til rannsókna, til þróun þjónustu. Þannig ef það er hægt að staðla það og geyma það, þá ættum við að gera það. En þetta í rauninni hugsun nýsköpunarfyrirtæki, er þetta ekki hugsun ríkisins eða heilbrigðisráðuneytisins og landlæknis var það langvarandi geymsla gagna og því að hún er ekki bara 100 ára. Nei, einmitt. En því að OpenEHR er pínlega eins og segulland. Og það hefur öll ríkin sem hafa innleitt hana hafa lent í vandamál með afkastavandanum. Og það tróða í rauninni sjúkrahúskerfi ofan á OpenEHR er hálfgerður dauði. Þannig að það næri ekki sama afkastum eins og relational grunnur. Þetta er bara dokumentur. Þannig að ég bara ætlaði með að setja kerfi ofan á þetta, local kerfi er eitt, en að setja alvöru kerfi ofan á þetta. Það er svolítið stór bit og líka er þessi skylda til langtíma ofan á nýsköpunarfyrirtæki. Að aðlaga í rauninni bæði arkitektúru og svo referensmódelur. Þetta er meiri hátt að flækjast. En þetta opnar samt líka tækifæri á erlendum markaði þar sem OpenEHR er í notkun líka. Og við heyrum eins og hjá Karolinska og þau eru mjög spennt fyrir því. Þau myndu fara algjörlega bara þessa leið ef það væri ekki fyrir að þau geti ekki samræmt þetta á landsvísu. Mér finnst þetta OpenEHR koncept mjög skemmtilegt og við eigum klárlega að stunda þetta lengra og það er einhvern flækjum í þessu. Landspítalinn með 100 kerfin í dag sem við. Þetta er átt einhverju gagnagrunnar. Ég vil ekki að sjá það að rannsóknarkerfin okkar eða gjörgæslukerfin okkar eða skurðstofukerfin okkar sé að fara með það gagnagrunn yfir OpenEHR. Við getum við tekið gögn og skeppi á sekundari gögnum í einhverjum svona grunni fyrir vör og hús eða frekar í notkun. En sem okkar vinnslukerfi, ég er ekki alveg að sjá hvernig það gengur upp svona hratt. Já. Það er fyrsta spurningi. Síðan kannski nú er búið ekkert langt sem við tókum ákvörðun viðlagt að við erum náttúrulega fægir sem samskiptastaða. Það er alveg rétt sem ég segi þá ef við tryggjum það sem fægir viðmót ofan út gögnin, þá ætti öðrum að vera sama hvernig gögnin líta út undir. Þá getur við nýtt þau. Erum við þá að stoppa þá ákvörðun að þetta fægir sem samskipta því OpenEHR er annars staðar, til samskipta? Já, þeir tala saman og samtökin eru í sambandi við FHIR líka, þannig að það er verið að mappa inn á milli. Þannig að það er eins og þú segir, ef þú ert að fylgja FHIR þá ættu gögnin sjálfur sér að vera
að skila sér í réttum strúktúr inn í gagnagrunnin hinum megin. Án þess að kannski þurfi að hafa mikið fyrir. En þetta þarf að stúdra vel og hinn spurningin, við erum ekki að fara að gera þetta á einni nóttu allt saman. Þetta ekki svo innleiða epic að bara hérna í frá nótum við bara algjörlega þetta kerfi. Við höfum þann lúxus í þessu að taka þetta í skrefin og skoða þetta vel. Og kannski verður þetta ekki alveg 100%, en svakalega væri gott að komast nærri því. En ég heyri að það væri kannski svona tækifæri að fyrir næsta fund að tryggja tæknilegri umræðu hvernig FHIR og OpenEHR spila saman og grunnana. Því að þetta eru spurningar sem ég get ekki svarað nægilega vel. Ég ekki með nægilega djúpa tæknilega kunnáttu á því. Já, mér finnst svona, þessar að tveggja manna, fyrir svolítið crossover sem þú eins og einhvern svarklipp leita sáðan, þarna væri þetta grunnur fyrir alla sjúkraskrárkerfi á landinu versus það að þetta sé einhver sértækur lágmarksgagnagrunnur fyrir opinbera, jafnvel þá til langtíma heilsumarkmiða eitthvað svona skilur. Þetta alveg grundvallar spurning, eins og hann að segja með alls konar grunna landspítala. Við erum með hvað? 24 miðlæga grunna held ég í dag. Jafnbættu landmælis, það eru margir. 24, cirka. Þetta meina bólusetningar og eitthvað svoleiðis. Það samt ekki nægilega mikið af upplýsingum fyrir þá sem vilja nýta sér þessu upplýsingar. Það erfitt að búa til sandkassa. Það erfitt að fá heildarmynd og nálgast gögnin sem eru í einstaka kerfi. Við erum að tala miklu meira það. Það kannski, það ekki síður vettvangur samráðs að tala við fólkið. Við vorum að fara að gera könnun, eins og þú segir, sem að þurfa á þessum gögnum að halda til þess að ætla að nota þau og hvenær þau að vera tiltæk og hversu hratt þau að vera tiltæk og annað. Já. Það óþarfa að fara kannski út í milljarða verkefni sem að ákveða stóran hafnbyggingu sjúkraskrá lausna á Íslandi í einhvern það sem verið að tryggja einhverja hot fyrir einhverja sérstaka rannsóknir eða eftirfylgni á einhverju skiluru sem að það verður að skoða aðalhagsmunum og forgangsraða þeim. Algjörlega, og þetta eru frábærar spurningar og þetta ástæðan fyrir að við erum hérna saman. Þegar við þurfum að taka þetta samtal og ég get dreigja borðinu réttu sérfræðingana erlendis frá til þess að taka þátt í þessari umræðu, en þá þarf ég að vita hvað þau vilja ræða. Hvernig fer þetta samráð eins og það verður eitthvað tæknilegt samráð, hvað verður það? Gagnafagráði verður til ráðgjafar stefnumótandi ráði sem í ráðuneytinu. Það búið að leggja niður þennan stafræna stýrihóp sem vann svolítið að þessari stefnumótum í fyrir stafræni heilbrigðisþjónustu á landsvísu og þessi hópur mun algjörlega einblína á gagnamálin og stýra þeim fyrir landið. Það ágætt að vísa ekki alveg frá sem við minnumst á þessum breytingar á bæjarstafnum og á hver bæjar. Það sé að breytast mjög tíð. Það á þörf. Já. Og það vísbending til þess að þessi gögn að breytast og hafa þarf fyrir breytingar. Og OpenEHR er líklega til að þurfa álíka breytingar eftir því sem að tíminn líður. Og þannig að breytingarstjórnin verður mjög mikilvæg og það að gerast á miðlægum stað. Og það áhyggjarni, ef ég var í nýsköpun fyrirtæki, þá var það mikið áhyggjarni fyrir mig. Það getur kæft svolítið hraðan sem þú talar. Það fara gegnum nefndir og ráð og breyta svona stöðlum, sérstaklega allir að vinna eins og segir, vona á einum grunn, eða einum skema. Já, og ég skil það bara vel og þetta eitthvað sem við þurfum að passa mjög vel. Hins vegar það að ráðuneytið hefur tekið ákvörðun að koma á laggirnar einingu fyrir stafræn heilbrigðismál með stafrænni heilsu, þá það sú eining sem að verður að spila á móti og hreyfast hratt. Ekki kannski svolítið líka tímaskekkja að vera að leggja af stað bíða og leyfa þessari nýju einingu að hefja störf og láta hana svolítið að vinna þessa vinnu. Þess að fara eins og fólki sem að starfa í þessi dag, það að vinna það búið að eiga sér stað mikið fjárfesting í FHIR. Mjög. Það eru margir að skoða FHIR með tilliti til líka að skapa gervigögn sem
mjög mikilvægt fyrir nýsköpun í kerfinu þess að það eitt af því sem hefur svolítið hamlað bara fólki að prófa og leika sér með lausnir að það vantar bara raunverulega svona gervigögn sem að hjálpa fyrir takmörkun. Og þannig að þetta mjög spennandi en það þarf að tryggja að fjárfestingin sem að fólk búið að eyða í fæi að hún sé ekki bara komin ekki niður. Alls ekki. Og líka, eins og ég segi, það er kannski spurning að anda aðeins og láta þessa nýju einingu væntanlega hún að fara svolítið að spila með þessa hluti og reyna að móta einhverja stefnu til þess að styðja bæði við sjálft kerfið og líka ytiraðalinn og nýsköpunum almennt. Já, bara já og já. Þetta ekki vegferð sem klárast á 2 mánuðum en það engin ástæða til þess að stoppa þessi vegferð. Þetta mjög spennandi. Þetta eitthvað sem ber að skoða betur. Það verið að skoða þetta og nýja einingi mun halda áfram að gera það. En með vegferði sko, það oft að lagt að staða þá verður ekki snúið við og legleginn sem lögn skilur. Og hver kílómetri mjög dýr. En það kannski það sem að ég vil fyrst og fremst flagga hér í dag að við erum mjög alvarlega íhuga að setja þennan staðar fyrir heilbrigðiskerfið og þess vegna mikilvægt að við tökum þetta samtal. Við viljum heyra frá ykkur ef að þetta ekki jákvætt. Við sjáum jákvæð tækifæri í þessu, ekki síst til þess að tengja betur bara bæði heilbrigðisstarfsemi og starfsemi í kringum það, félagsþjónustuna, þjónustu við börn, þetta sem á þessum gráu svæðum líka. Og það ekkert annað í boði í dag. Þannig að ef það eru áhyggjur, þá þetta núna tími til þess að viðræða og lærum þetta saman. Já. Hvaða lönd að móta staðar? Það eru ekki heil lönd því að við erum svo lítil þannig að þetta lúxus sem við getum leyft okkur að taka þetta sem heilt land. En hins vegar landsvæði eru mjög mörg. Katalónia farin þessa leið, NHS, það eru svæði sem eru farin þessa leið. Í Noregi það Helse Vest farið þessa leið. Ég held að flestir að nota eitthvað Open Air nema Central, þeir eru með Epic. Svíþjóð, Region Stockholm að nota þetta og Karolinska. Hverju fleiri? Ástralíu, Kanadamenn, Eistland, Slóvenía. Hversu langt þessi land komin? Eru þau bara byrjuð að skoða eða eru þau komið með raunverulega? Þau eru komið mislangt. Ég held að Katalónia, Greiklandi komið líka langt. Í Bretland og Noregi komið hvað lengst. Já. Algjörlega. Og við erum búin að tengjast þessum aðilum í þessum löndum líka. Við getum á þessum vettvangi fengið kynningu á hvernig þau eru að nota þetta og átt samtal við þau bara á Teams. Til dæmis ef það það sem við viljum gera næst, þá það bara alveg velkomið. Ég fylgst nokkuð vel með þessum Open Air og hef samband við allt marga í kringum þetta. Og ég vil segja, þetta mjög gott koncept, en það eru mjög fáir komnir mjög langt. Já. Og þeir sem eru komnir á stað, það vanað eitthvað svona sekundar í svona hlýðarverki. Ég veit ekki neitt sem að nota þetta eða að ná því fram að nota þetta sem aðal sjúkraskrárkerfið með öllum gögnum. Já. Og þetta vegferð og við þurfum að passa okkur og hvað funkar ekki. Algjörlega. Og enn og aftur, smæðin hér hjálpar okkur. Við erum innan við 500.000 manns. Við erum minni en flest þessu umdæmi sem eru að skoða þetta í einhverjum hliðarverkefnum. Þannig að við getum gert þetta og hinir sem að hafa farið á stað þessa vegferð eru mjög hvetjandi og ég myndi jafnvel leyfa mér að segja ábreiðisamir að við höfum þetta tækifæri. En við ættum ekki að gera þetta bara til þess að gera þetta. Við ættum að gera þetta vegna þess að þetta styður við að bæta heilbrigðisþjónustu í landinu. Varðandi kannski svona meira umgjörðin á þessu og veginn fram á við. Hvernig sér þú eða sér ráðuneytið opinbera fyrir sér samtal og samstarf við atvinnulíf og einkageira í þessu? Þá allt frá einkareknum læknastofum til einkarekinna hugbúnaðarfyrirtækja og allt þar á milli. Já. Og varðandi sérstaklega áhrif á stefnumótun í þessu, hafa þessir aðeila einhver atkvæðisrétt eða verður svona bara hlustað á ákveðna aðeila og svo bara heldur enginn áfram að gera það sem að í þetta best?
Við viljum tryggja samtalið við einkarekna starfsemi, hvort sem það eru þróunaraðilar eða einkareknir aðilar að veita heilbrigðisþjónustu. Það mjög mikilvægt, þetta eru mikilvægir aðilar í heilbrigðiskerfinu hjá okkur. Við viljum ekkert vera að þróa allt sjálf, þannig að við verðum að reiða okkur á þessa aðila og viljum tryggja að við eigum samtal með þeim. Og ég held að þeim flestum hefur verið boðið að taka þátt í þessari umræðu og ég vona að þeir geri það og geri það aktíft. Og eins með einkarekna... Vinna þetta í gegnum félagasamtök, eins og samtök iðnaðar, eins og samtök heilbrigðisfyrirtækja og samtök atvinnulífsins, eða gera þetta meira í einhverjum lokaðri hópum? Sko, eins og staðan núna þá þetta bara opinn vettvangur. Já, þannig að þetta svona bara því meira því betra. Við viljum bara heyra við viljum líka eiga samtalið, svona ekki vera í lokuðum hópum. Það sem gott fyrir svona vettvang að við erum með klínísku starfsmennina hérna hjá okkur. Við erum með þá sem eru hjá opinberum aðilum, kannski hjá öðrum ráðuneytum og geta veitt innsýn inn í hvað skiptir máli í stærra umhverfinu, en líka átt þessi samtöl. Þannig að ég held að við getum ekki átt nóg mikið af samtölum akkurat núna og næstu mánuði. Það bara mjög mikilvægt að við höldum sér samtalið áfram. Og ef það eitthvað sem við getum bætt eða gert betur, bara endilega láta okkur vita. Ef það einhverju sem við erum að gleyma, það þarf líka að flagga því. Þetta stórt og mikið umhverfi, þetta svo margar áskoranir að við bara verðum að gera þetta saman. Þetta mjög áhugavert umræðuefni, við getum spólað svona tilbaka og ímynda okkur ef einhverjum lönd á sínum tíma sagt að tryggja að tölvupóstsamskipti með einhverjum samhugðum og kraftin einhverjum að kerfi til þessi örugt að allir geti nálgast alla tölvupósta. Fyrir 50 árum eða eitthvað sinni og það var gaman að vita svo hvernig tölvupóstkerfi við hefðum í dag. Þess Outlook, þessu skúppból og hvernig það hefði prófað og hvernig prófanir hefði orðið. Ég veit að þetta allt gert með góðum ásetning. Já. Og það margir kostir í þessu. Sérstaklega hvað ríkis að forða það líkilendin í lokin. Eins og Eyþór sagði þá alveg lykilatriði hvernig þetta framkvæmt. Já, og við viljum verðum að... Annars gætur við bara komið með nýtt fyrirtæki sem geta áður stýrsluvélagir ríkisins. Og það einhver bara stjórn á þessu og ef það ekki þetta og síðan bara verður einhver uppfinning út í löndum og það passar ekkert inn í þetta. Akkurat. Þá þetta bara stökk. Við viljum ekki læsa okkur inn í neinn kerfi. Það bara... Það mjög vandmeð það. En þess vegna viljum við nota opna staðla, þess vegna viljum við tryggja opin samtöl og þess vegna viljum við bara tryggja að við séum að eiga þetta samtal. Já. Rosa ákveðin umræða. Ég velti fyrir mig með aðgangsstýringu. Já. Að við að tala að við viljum eftir nýsköpun og svona og það auðvitað ákveðin hagsmunir í að geta nota þessi gögn til að þjálfa á svona módel og verið með spennandi nýsköpun í tengdúða en svona professionálsjónarmiði. Við vitum að núna líka bara með sögu þá getur verið þetta erfitt að nálgast upplýsingar sem gæti verið gagnlegar til að veita betri og persónulegri þjónustu. En hvernig sjáðu þið fyrir ykkur hvaða fyrirtæki geta nálgast í rauninni þessar upplýsingar sem búið að safna víðsvegar á landinu skjólstæðingar saman? Aðgangsstýring og upplýsingar ekki verða líka ráð. Þannig að eitt af þessum 3 ráðum upplýsingaröryggi og aðgangsstýringar áhættumat. En þetta mjög góður punktur. Það þarf líka að skoða í leiðinni bara lögin okkar og sjá hvort það þarf eitthvað að uppfæra þau og breyta til þess að styðja við hvernig þjónustan að þróast og hvernig tækniveruleikinn í dag. Þannig að það verkefni og það kosturinn við að stafræn heilsa nær ráðuneytinu. Að þessi samtöl eiga sér stað á sama stað. Það tryggja að lög Íslands ekki þessa vegna líka. Algjörlega. Og ég bara bjartsýn á það. Ég held að þetta mun efla bara lagaumhverfið okkar í þessum málum. En hvað segir þið? Ég held að við séum að nálgast það að koma á tíma. Mér langar mjög gjarnan að heyra frá ykkur. Þetta netsamlegt samtal? Eru þið glöð að þið komið? Ef við haldum þessu áfram?
Ég algjörlega mjög. Þetta mér finnst þetta eitt besta framtak sem komið frá opinbera menninni til þess að gera tilraun til að vera með skýra stefnu, koma öllum að samtali og hlusta sjónum með aðra og ég vil endilega framhalda þessu. Bara frábært. Og þá spurning, hvað viljið þið, hvernig getum við svona stillt upp næsta fundi þannig að þeir fáið sem bestu upplýsingar? Já. Nei, Jónandi, ég nefndir á hann að vera með tilraunaverkefni í Ískrá. Já. Það er gaman að kafa kannski djúpt í nákvæmlega hvernig það er gert, var útfært á næsta. Algjörlega, bara algjörlega og eins og ég segi, við erum að taka þetta sem tilraunaverkefni til þess að læra, þannig að ef þið viljið, sendið mér bara post og þið getið fengið aðgang að þessum gögnum og þessu plattformi, þá getið þið bara prófað ykkur áfram. En við verðum líka með kynningar sem að við getum deilt á þessum vettvangi bara hvernig þetta var gert, hvernig þetta þróað. Ég horfa að Beitu, hún er í þessum hóp til dæmis. Verður þetta ískráverkefni sett í raun notkun eða er þetta bara til að prófa út í kerfi? Kannski. Þetta fyrst og fremst hugsað sem tilraunaverkefni með eitthvað sem er alvöru áskorun. Til þess að læra á hvað tekur langan tíma að umbreyta einhverju, prófa þessu low-code tools og byrja bara að læra í gegnum eitthvað sem við þekkjum vel, ekki þeir sem eru í verkefninu. Ef þetta hentar vel, ef við kaupum svona gagnavettvang, þá eigum við þetta tilbúið, það er svo sem ekkert sem kemur í veg fyrir að nota, þá er Ískrá bara fyrsti hlutinn af nýju umhverfi sem er komin inn og meira bætist við. Mig langar að segja þess að ég er barnalæknir, nota kerfið Reykjavíks í mínu störfum og ég sakna þess að fá þessi gögn frá Ískrá, þannig að endilega tengja það inn í raun. Endilega, og það er eitthvað, ef að þú hefur áhuga að tengjast þessum gögnum í þessu tilraunaverkefni inn í þitt verkefni, þá er það bara alveg velkomið. Við eigum þessi pröfugögn, við erum að leika okkur með þetta bara endilega. Ég held að það var líka gott að fá reynslusögur frá einhverju landi sem er komið langt og við heyrum þetta að þetta sé bara að byrja að nota þetta í einhverju löndum og svo þegar maður vilja fara á bótt þá er þetta bara eitthvað tilraunaverkefni og ekki búin að gera neitt svona raun. Já. Ég ætla að skrá hjá mér gaman að sjá þig. Það er náttúrulega líka raunveruleikinn kannski í öðru löndum og svona stórum svæðum í rauninni, þar miklu fleiri stúdentakerfi og það er aðrir sér áskoranir heldur kannski og eru hér og þú veist það er svona ýmislegt sem maður á að pæla. Já, þetta er ógeðslega flókið. Það er það. Ég tala þetta á einfaldan hátt en einhvers þar þurfum við að byrja og þetta lofar góðu og hverjir hér hafa áhugaði að halda kerfinu eins og er bara óbreyttu til næstu 30 ára. Og er einhverja aðrar betri hugmyndir. Þá bara þurfum við aðeins að prófa okkur áfram, en endilega, ég skal stilla upp reynslusögum. Hvað viljið þið vita meira? Hvað getum við frætt okkur saman? Það var fínt að er ekki einstaklega á eftir þessu. En það er fínt að þetta eru alveg þarfir, ekki kannski rök. Það væri gott að skilja í rauninni rökin fyrir hvernig OpenEid sem nákvæmlega uppfyllir alla þessa punkta. Ok. Ég veit með þess að nákvæmlega hvernig við þurfum að kalla borðinu til þess að kynna það. Við kannski byrjum á því næst. Við komum með allavega næstu 2 fundi. Þið hugsa meira hvað þið viljið. Það sem ég hef á að sjá er þetta samanburður á kostum og göllum, pros and cons á samræmdu bæjur þar sem að það er ekki miðlægur gagnagrunnar heldur hver og einn heldur bara gögna eins og hann vill, hvort sem það er Landspítalinn eða hver og hvaða ávinningur næst umfram það ástand með opin EHR. Já, sem betur fyrir held ég að sama manneskja sem ég var að hugsa fyrir fyrri spurninguna getur svarað þessu líka. Ég bið Rachel Dusko með að svara þessu. Er það manneskja? Hún er í trúarflokknum. Hún er í trúarflokknum, en hún getur svarað þessu. En þá bara eins gott að mæta bara með erfiðar spurningar handinni, sem að, Mikilvægt að fá utanaðkomandi óháða aðila í svona umsögnum, ekki bara sá sem eru í söfnum. Við getum fengið það líka. Við erum að skoða óháðan ráðgjafa
til þess að undirbúa þetta útboð. Það kannski bara jafnvel betra að fá hana í þessa umræðu. Þannig að, já. Hún frá Finnlandi, þessi kona. Ok. Útboð á hverju nákvæmlega? Á gagnavettvangnum. Á gagnavettvang? Dataplattform. Það kannski til betra orða á íslensku. Við kallum þetta gagnavettvang. Hvað kallið þið það? Dataplattform. Gagnavangi, þannig ekki orðið yfir þetta. Gagnavang, já. Það ekki tilnætt íslenskt orðið yfir þetta. Já. En sem hluti af þessum undirbúningi, það mjög mikilvægt að taka ákvörðun hvort við viljum svona low-code tools eða ekki. Þannig að en oft heimavinna fyrir þá sem vilja aðganga að senda mér tölvupóst. sva.alfred.hjá.hrl.is eða bara á forminu ef það hægt að fylla það út af í staðinn fyrir hvaðan komið. Já, senda glærurnar. Það líka upptaka af þessum fundi því að það var beiðni það, þannig að ég þarf bara að finna í því með Arnari hvernig við komum þessu upp, en já. Þannig að þetta allt aðgengt, þetta bara opið samtal. Við viljum bara vera mjög gagnsæ í þessu. Kannski ekki spurning, meira bara svona mín skoðun sem einstaklingur. Ég vill hafa aðgang og ég vill hafa eignarhald á mínum gögnum og ég vill geta nálgast þau gögn helst á einum stað. Það það sem ég sé kostin í þessu ef stofnunin eða á einhvern hátt á gagnavettvanginn, á gagnagrunnin og tryggir það að öll mín gögn sé á einum stað og það sé hægt að vinna með þau og ég geti sótt þau á einfaldan hátt. Finnst þetta styðja við það. Mér finnst bara jákvætt samtal og ég vona að við tökum þetta af. Þessi bara komment, þetta rosalega flottur vettvangur, fólk héðan plan í verðlækjum og einstaklega. Og ég bara óska eftir því að þetta sé einmitt samráðsvettvangur og við séum þessari verkfæri að bera saman hluti, kalla alveg sterkt eftir því. Að þetta verði ekki einhvern veginn sem ekki stilt upp þannig að við höfum komið saman til þess að vinna bara í eina átt. Þetta sé ekki mark af því sem verið að ræða í allar áttir. Já. Ég ætla bara að biðja þau og ykkur öllum að láta mig vita að upplifa að svo ekki. Það markmiðið, að við gerum þetta saman. Þannig að en ef það ekki fleiri spurningar að kommenti geta alltaf sendt með línu, bara endilega fáðu ykkur brauð, spjalli líka saman. Við hittumst ekki oft í þessum hóp, þannig að þetta líka tækifæri til þess að eiga smá samtal. Og ég bara hlakka til, þetta hugsaði á svona 2 vikna fresti, vil ég hafa þetta 10 eða það fínt? Það ekki bara fínt? Já, sjáumst eftir 2 vikur. Já, Þeir sem á Teams, takk. Takk.